fermingarbörn, kæru foreldrar, forráðamenn, ættingjar og vinir. Fyrir hönd siðmenntar, félagsrænna húmanista á Íslandi þá býð ég ykkur öll hjartanlega velkomin til borgaralegra fermingar hér í Háskólabíói. Ég heiti Sigrún Valbergsdóttir og stjórna athöfninni hér í dag og segi hana hér með setta. Í dag ég að manni. Uppskriftin kemur frá Þórarni Eldjárn. Efst höfuðið með harðfisk og tölvukubbi. Svo hjartað, bara dæla, rétt og slétt. Kæru fermingarbörn, foreldrar, systkini og aðrir gestir. Að verða að manni stór stund í lífi hvers einstaklings. Allan heim á einn eða annan veg haldið upp á þennan stóra áfanga. Hér á landi hefur skapað svo hefð að fagna fermingu á veglegan hátt með mikilli veislu og gjafaflóði. Hjá hirðingjum í Afríku svo hefð að úlfalda slátrað og einnig slegið upp mikilli veislu sem oft stendur í nokkra daga. En hjá stórum hluta mannkyns oftast lítill dagamunur gerður þegar barn kemst í fullorðinna tölu. Yfir milljarður jarðarbúa býr við það mikla fátækt að þau erfitt með að tryggja aðeins eina máltíð á dag. Mörg börn hætta snemma í skóla til þess að vinna fyrir sér eða sínum eða betla á götum úti. Og því má segja að þau þurfi að takast á við hluti sem fullorðnir ættu einir að þurfa. Við gleymum því oft í þeim efnahagslegu erfiðleikum sem Ísland hefur gengið í gegnum undanfarin misseri hversu heppin við í raun erum. Ég þakka eftir við slöfu sem borsku. Ég hef mörg tilefni til að þakka þeim sem ég elska ekki. Léttirinn við að sættast á að þeir eru öðrum nánari. Gleðin yfir að vera ekki úlfurinn sem lömb þeirra óttast. Friðurinn sem ég nýt og frelsið meðal þeirra, þá getur ástin ekki gefið og heldur ekki tekið. Ástæðan fyrir því ég fermdist ekki kristilega sú að ég trúi ekki öllu sem í Biblíunni stendur. Í stað þess að fylgja fjöldanum langaði mig miklu frekar að gera það sem ég taldi rétt og fermast borgaralega. Þegar ég sagði afa mínum og ömmu frá þessu, gaf afi minn mér bókina Blekking og þekking eftir Níels Dungar. Bókin mjög sniðug en hún deilir svolítið á Biblíuna og það sem í henni stendur.
Kæru fermingarbörn, fjölskyldur og vinir, innilega til hamingju með daginn og gleðilega hátíð. Þegar ég var komið að máli við mig og ég var beðin að tala í dag, þá þáði ég þann heiður með þökkum, en velti líka fyrir mér, já, hver ég og hvað ætli fólki í salnum hugsi, hver þessi unga kona sem enginn veit hver er hún og hvað hefur hún að segja. Og það leiddi mig svolítið af því sem ég ætla að segja hér í dag, vegna þess að fermingin meðal annars þrep yfir í það tímabil þar sem við erum kannski hvað mest að leita á okkur sjálfum og spyrja okkur sjálf þessar spurningar, hver er ég? Þannig að mér langar til að deila örlítið með ykkur því hver ég er og vonandi get ég hjálpaði ykkur að finna út hver þið eruð. Þegar ég fæddist, þá voru vísitölufjölskyldan hjón með 1,97 barn. Foreldrar mínir áttu 1 barn fyrir og ákvaðu þess að vera bara svolítið flott á þessu og nákvæm og hafa mig 0,97. Svo þegar ég fæddist, þá vantaði aðeins upp á vinstri fótinn. Þannig ég var akkurat 0,97 og við vorum hinn fullkomna vísitölufjölskylda. Þá komið að því að afhenda fermingarskírteinin sem staðfesting á því að börnin hafi sótt námskeið siðmenntar. Skírteinin afhendir Jóhann Björnsson, heimspekingur og kennari. Í skírteininu stendur: Það von okkar að þú muni færa þér í nyt þá fræðslu og leiðsögn sem þú fengið og verður víðsýn og heilsteypt manneskja. Vertu velkomin í hóp hinna fullorðinu með þeirri ábyrgð sem því fylgir. Við afhendinguna munu börnin koma hingað upp á svið í 3 hópum. Ég bið gesti að klappa fyrir hverjum hóp fyrir sig þegar allur hópurinn hefur fengið sín skírteini afhent og komið sér fyrir á sviðinu. Þá bið ég fyrsta hóp að rísa á fætur og koma hingað upp á svið og taka við sínum viðurkenningum. Aðalheiður Katrín Magnúsdóttir. Andrea Sól Garðarsdóttir. Arnaldur Gylfi